Já, komið sæláundu góðir, þetta kokkaþátturinn eldhúsmeistaranna. Við erum að fara til Vestmannaeyja núna. Rosalega margir veitingastæðir og við ætlum að taka hús á mörgum kokkum og veitingamönnum og sjá hvernig þeir gera þetta. Í Vestmannaeyjum! Ennþá hérna í Vestmannaeyjum og við erum í höllinni og þar hittum við Einsa kalda. Er ekki rétt? Það er rétt. Af hverju ertu kallaður Einsi kaldi? Það er svolítið gaman að segja frá því að ég heiti Einar fyrst og fremst og ég fæddur uppalinn í Vestmannaeyjum. Já, alvöru Vestmannaeyingur. Ekta Vestmannaeyingur og þegar ég fór í kokkaskólanum sín tíma þá var ég fyrst kallaður Einsi af félögum mínum í skólanum en ég var aldrei kallaður Einsi og þá var bara ekki að spyrja hann þegar ég var að spyrja með nafni á fyrirtækinu, þá bara ákvað ég að láta heita Einsi kaldi. Já, eftir laginu Einsi kaldi. Já, það er nokkur lög sko. Getur ekki tekið það fyrir okkur? Það var Einsi kaldi úr eyjunum. Nei, það er á meðal. Og svo stuðmennalagið. Já. Út í eyjum. Er það Einsi kaldi líka? Já. Já. En hver Einsi kaldi var? Ég veit það nú ekki alveg, en ég líka á fólkinu sem kemur á veitingastæðina að það hafi verið afi minn. Já, flottari saga. Já, nákvæmlega. Einsi kaldi er bara ekta Vestmannist. Þú ert með ansi fjölbreytta rekstur, sko. Nú ætlum við aðeins að segja frá það sem við ætlum að gera hérna í höllinni og svona. Og seinna förum við niður í Einsa kaldaninn í Maug og þú ert með Ítalíu og allt, við tölum ekki það núna. Nei. Heyrðu, en segðu mér, þú ert með skólamata. Já, við erum sko á veturnar, þá erum við að elda fyrir nánast öll börn bæjarins. Við erum að elda fyrir báða grunnskólana og svo erum við með 2 leikskóla. Hvað er þetta margir? Þetta er svona 400 til 500 skammtar á dag. Já, og þá er þetta svona eins og í dag, þá sagður þú að væri með spagetti, fiskibólur. Já, ítalskt, spagetti, fiskibólur og tómatsýrusósa og Og fiskibólurnar er frá honum Grími. Já, ég Sá sem stofnaði höllina. Sá sem byggði þetta hús á sín tíma. Og þinn lærimeistari. Já, minn lærimeistari. Við höfum átt ægilega gott samstarf og Grímur er auðvitað reyni að leita til eyjafyrirtækjanna ef þeir eru í einhverju framleiðslu eins og með Grím. Og líka við vorum að tala við hann Sigga Gísla. Já. Það er bróðir hans? Það er bróðir hans. Allir þekki alla? Gísli Matthías frændans. Hver er það? Það er sá sem er með slippinn. Það er frændans? Já, og hann ég er svona svarti sauðurinn í þeirri fjölskyldu en mikill vinur þeirra, samt sem áður. Heyrðu, það er nefnilega allir svo hóvarir hérna í Vestmannaeyjum. Hann kom næst því að vera mondinn. Já. Og við fórum að heimsækja hann á Slippinn, það var rosalega skemmtileg forrétting og hann er líka einmitt út á Granda að gera góða hluti maður og hann er ferskur og flottur maður. Já, menn eru farin að vera með innrás í Reykjavík, það er ágætt. En samt sem áður hér samandi í Vestmannaeyjar eftir að Landeyjahöfn opnaði, áður en Landeyjahöfn opnaði voru við svo einir nánast með markaðinn. En eftir að Landeyjahöfn opnaði þá komu fleiri öflugir til eyja og núna hefur við myndað svona hálfgerð svona bara matarparadís hérna í Vestmannaeyjum. Þetta er algjör matarkista, glæsileg veitingastæðir og kaffihús og ég held að Vestmannaeyjar séu svolítið inn í dag. Það er mikið rætt að fara til Vestmannaeyja. Og þess vegna eins og ég að koma hingað til að segja frá þessari paradís. Akkurat. Því að fólk bara hreinlega gerir sig ekki grein fyrir því hvað er auðvelt að komast hérna til Vestmannaeyja. Nei, á sumrin. Við náttúrulega búin að byggja gríðarlega upp og fjárfesta mikið í greininni og miklu fagmenn í kringu greinina og allir tilbúinir að starfa saman og gera þetta vel og taka vel á móti okkar gestum. Fyrst og fremst hugsuðum við samt okkar fólk, við gerum það hérna Einsi kalda, ásamt í að þjónusta akumfólki og útlendingana, en samgöngurnar verða að vera í lagi. Já, og þær eru það náttúrulega á sömrin, eitthvað smá vesen á veturna þá. Já, það er bara allt og mikið vesen. Já. Við ræðum ekki það. Nei, engan áhuga. Það verður bara leyst. Já, menn eru bara að gera. Einn sagði ég var að tala við, hann var svo bjartsýnn, ég var að tala um skipstjórann á Herjólfi. Hann sagði 10-20% aukning á ári hefur verið. Einn sagði bara
Það verður 100%, við verðum komin með 600.000 bara áður en bara... Já, við stefnum að því og það... Ertu á bjassinn á þetta? Nei, jú, auðvitað er ég bjassinn. Sko, ég treysti bara þeim mönnum sem að vinna í kringum þetta að fixa þetta og að gera þetta klárt. Þetta tekur bara sinn tíma, þetta er náttúrulega agalega blóðugt. Þið eru sko, ég veit ekki hvað svo menningunum, þeir eru mjög vel stakk búnir til að taka á móti mikið magna og á mjög fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Já, við erum alveg rosalega verið staðið með það, en hérna... Herðu, en tölum meira um það að eftir, þú ert með mötuneyti, ég ætla að klára svo heyra við þig á eftir með, en mötuneyti það eru 500 mannstæpir og þú ert með svona heimilislega mat sem krakkandi borða. Ég var að skoða matseilin hjá þér, það eru kjúklingalæri og ég sá það grjónagrautur og... Já, við leggjum upp á fyrst og fremst að krakkandi fái bara hollan og heilbrigðan heimilismat og reynum að vinna flest allt sjálfir. Og þegar ég legg saman matseilin, eða set saman matseilin, þá er alltaf, sko, er ég með samningu við Vestmannaeyjabæjar, sé alltaf fiskur 2 ferðir í viku, við búum í Vestmannaeyjum. Og svo erum við bara, reynum að gera þetta í samvinnu við lýðheilsustöð að það sé bara hollur, en fyrst og fremst að líka krakkarnir séu ánægðir með matinn. Það hefur alltaf segja. Já, ég gerir oft tilraunir og mikið af nýjungum og svo sér maður bara strax hvað virkar. Og fíla krakkarnir eins og kalda? Elskan. Ég fer með annað slagið og borða með þeim og til að fá svona beint í æð og hvernig þau eru að fíla. Svo erum við með grænmetisbar alltaf. Alltaf grænmetisbar. Þegar saksa niður alveg haugagan og borða krakkar í Vestmannaeyjum grænmeti. Já, þau eru rosalega dugleg. Við tókum okkur aðeins til fyrir 2 ára síðan og ákvaðum bara að reyna að keyra á fersk grænmeti og ávexti og það var lengi að byrja en núna eru þau rosalega dugleg að borða. En eins og með höllina og þetta eldhús, þegar ég byrjaði 2008 eftir ég útskrifaðist, stofnaði eins og kalda í þessu eldhúsi, þá var hugmyndin að vera með veisluþjónustu. Og þú ert með hana? Og við erum með hana og hún er langstærsti pósturinn okkar. Það er eiginlega það sem ég hef líka alveg hrikalega gaman að. Þú sagðir það, þeir eru enginn að fara inn á þig bara, ef það væru 4 sem kemur saman, þar var... Já, ég sagði það, ef 4 koma saman í Vestmannaeyjum, þá er eins og kaldi mættur með mat. Og engin önnur veisluþjónusta sem keppir við? Nei, þetta er nú bara 4 manna samfélag, en jú, það sjálfsögðu bara markaðurinn bara opinn, en Þú ert vísaður, þú segir það. Staðhæfir það. Þú ert að segja það, en ég er alveg sammálaði. Nei, við erum bara að gera vel. Við reynum að sinna okkar viðskiptavinum vel. Eins og höllin, við erum stödd í eldhúsinu í höllinni og hvað er þetta stór staður? Höllin? Við getum tekið við erum mestur með 780 manns í mat Já, og það eru árshátíðir Já, við erum alltaf með, eins og á sumrinu, þá erum við með sjálfmótið og pæjumótið. Og eins og á sjálfmótinu þá erum við með 1200 til 1300 stráka, borða 2 á dag í 4 daga. Þannig að það er eiginlega skemmtilegasti tíminn á árinu finnst mér. Að fá litlu ormana og rugli í þeim. Ég fer til dæmis fram og segist með símanúmeri og Ronaldo og síni nafnið hans og svona. Þeir eru allir 200 strákar komnir á hurðina og vilja sjá símanúmeri og Ronaldo. Þetta snýst svolítið mikið um það að eins og kaldir sé svolítið fígúra fyrir krökkunum. Og þau muni eftir því? Já, þau muni eftir því. Og hvað gefur þú svona krökkum að borða? Sami matseðill á sjálfmóti síðan 1982. Og hvað er það? Það eru kjötbollur og það er kjúklingaleggir og hakk og spagetti og núna erum við farin að koma fisknum aðeins inn, við reynum aðeins að. En það er bara sjálfmótsnefndin, það bara er ekkert hægt að stugga við þeim. Nei, og líka eitthvað sem krakkandi eitthvað sem virkar. Og þá á bara að halda sig við það. Að sjálfsögðu. Og svo eru fleiri þjóðhátíð, er ekki allt bilað þá líka? Jú, samt eins og þjóðhátíðin þá vil ég bara vera með minni fjölskyldu í Herjólfsdal. Ég er bara EAP og ég er ekki að vinna 24/7 á þjóðhátíð, það kemur ekki til greina. Nei, ég kom einu sinni þegar ég var að læra á sögu, þá kom ég að vinna á einu veitingastað. Bara Vestmannaeyjar fari í annan ham og það var einmitt. Ég var fenginn svo að starfsfólki fengi bara frí til að taka þátt í djamminu. Já, við skiptum þessu eins og kalda og nú, ég ætla ekki á 2500 mann sem borðaði þar yfir þjóðhátíðina í fyrra. Já, á staðnum. Veitingastaðnum, það er náttúrulega, ég segi ekki að sé ekkert að gera, en við setjum nöfnin á starfsfólkinu í pott, svo drögum við hvaða dag við að vinna, en ég set nafnið mitt ekkert í pottin, þannig að ég þarf ekkert að vinna. Nei, ég vil reynda að við vinnum allar helgar, það er alltaf. Já, og gera það.
En hérna í höllinni og þú ert með allt árið hérna og hvernig sérðu framtíðina? Segir ekki öllum hérna viðskiptavinnum hérna út á hérna landsbyggðinni, INN rosalega vinsæl alls staðar kringum landið. Það fólk á Snæfellsnesi, Vestfjörðum og svona og það að ferðast hérna. Sko, ég legg bara til að fólk komi hérna í sól og blíðu, komi hérna lappið miðbæinn, fara á kaffihúsin og veitingastæðina, í verslanirnar, njóti þjónustuna, sundlaugin æðislega, eldheimar, sagnheimar, komið bara, kíkja á okkur. Heyrðu, við komum svo inn aftur og eftir, þá tökum við og hérna Eisa kalda niður í bæ og rosalega flottur veitingastæður. Mér var einmitt sagt að þú væri svolítið með svona stæla með fiskinn og hérna væri meiri því. Og svo ertu að flytja inn ítalska einhverja gúrmi sefa. Nú ítalsk helgi á Eisa kalda. Þó við séum lokal, erum að einblínum á hráefni kringum eyjarnar. Þá hérna stelumst við stundum, flott á ítalska gæja í eldhúsi. Heyrðu, við komum inn meira á eftir. Við erum hérna ennþá í Vestmannum, alveg, það svo mikið að ske hérna, við erum alltaf meira hissari og hissari og hissari. Heyrðu, við vorum að skoða hérna höllina. Heyrðu, þá sagði, viltu ekki bara kíkja hérna upp? Heyrðu, þar bara rosalega flottur staður og við hittum hérna rekstraraðilann. Hver það? Birgir Níelsen heiti ég. Birgir Níelsen. Velkomnir. Takk fyrir. Gaman að fá ykkur á sokkinn, virkilega. Þetta aðalsmerki á. Já, maður búinn að sjá þetta í sjónvarpinu. Gaman að fá sokkinn á háloftið. Já, segðu mér hérna, þetta svolítið skemmtilega, þetta svona skemmtileg eins og þú sagðir, sko, hérna, þetta svona módel eins og hvar? Eins og græni hatturinn, sagður? Já. Og Rosenberg, þetta lifandi tónlist og bar. Til dæmis, já. Þetta var svona, þetta rými hérna í höllinni var ekkert kannski sérstaklega vel nýtt. Jú, það var hægt að vera með mannfagnaði en þetta var þá opið svæði að það var ekkert hægt kannski að hafa mikið í einu í öllu húsinu. Þannig að við Datti, félagi minn sem er með höllina og konurnar okkar, við ákveðum að fara saman í að loka þessu hérna og hérna, hérna var engin veggur og þessi ekki heldur hérna. Þannig að við tókum okkur saman og stiltum þessu upp og eins og hjá þessum veggur 40 vörubretti sem við tókum niður sko og í sundur og smeltum hérna. Reyndar byrjaði á barnum. Það var svona hugmyndin að hafa barvegginn. Ég hef séð það að þetta svona nosturlega gert að það eru svona þetta sett svona með tilfinningu í alls konar svona smá hlutir eins og þú ert að gera með veggina og tekur bretti. Við tókum bretti og svo verið að skiptum þak og húsi hérna neðar í götunni og við fengum það. Það eru gömlu bárjárnsplötur. Fyrir framan barinn. Já, fyrir framan barinn. Við fórum á netjamarkaðinn hérna í Eyjum og við náðum okkur í veggljósin þar. Já. Þannig að það er... Og svo hérna skemmtilegt svona veggurinn hérna og sagður að þú vildir fá svona múrsteinafíling. Já, það var svolítið gaman að við fórum í Bauhaus sko, og í veggfóðurdeildina þar og örugglega 4000 tegundir eða eitthvað svoleiðis. En ekki var þetta að finna svona þennan múrsteina hlaðna fíling. Nei. Þannig að þetta endaði með því að við þurftum bara að fara að taka þetta frá Ali. AliExpress í Kína. Í Kína, það hafðist nú. En það er svona, þú veist, þetta er ákveðin fílingur hérna og þegar þú horfir á hljómsveitina og það er komin flott lýsing í gang og svona. En líka sko, þetta er skemmtilegt lokal og þetta er svona, þú sagðir að þið röðuðu bara stólum og meina, hvað hefur verið? Þú sagðir að hafa verið með Kenneth Mána? Já, Kenneth Máni var hérna daginn, það var alveg óskaplega gaman að fá hann. Já. Og hann var bara í hlutverki allan tíman? Allan tíman. Sótti gestina niður og talaði og trallaði og... Já, og það var svolítið gaman að hann var alveg með sínar leikreglur í þessu. Það var semst, það voru engin borð, það var bara stillt upp hérna eins og í leikhúsinu. Ja.
og svo var bara hleypt upp rétt fyrir sýningu og það var svolítið skemmtilegt. En svona öllu jöfnu, eins og til dæmis núna á föstudaginn eru Amabadama að koma til okkar, fyrsta skipti, það var mjög gaman að því. Og það hljómsveit? Það hljómsveit sem ein vinsælasta hljómsveit á landinu í dag. Og svona ballhljómsveit eða þá? Já, þetta tónleikasveit. Já. Og þá bara stillt upp hérna borðunum og sem sagt hérna fremst og svo þegar við erum búnir með borðin þá bara eru stólarnir og þú sagði líka að í vissu tilfellum að þá eins og kaldi að bjóða upp á mat. Akkurat, það svona eins og til dæmis hvernig matur verður þá hann bara með hann ætlar að vera með hlaðborð alveg dúndur hlaðborð eins og hann var með daginn svipað eins og þegar Valdimar voru hjá okkur. Þeir voru nú flottir. Já, flottir. Virkilega flottir og þá var hann með dvergbörgerina hérna, þessa litlu og svona partímatur. Og hendaði svolítið vel í þennan tónleikafíling. Þannig en við höfum haft það þannig að þeir sem eru í mat, þeir fá sem sagt borð, þeir tryggja sér geta tekið frá sæti í rauninni. Og þá ertu með miða í forsölu? Já. Þetta það vinsælt að þú bara mælir með því að menn kaupi sér miða til að vera alveg vissir? Já, við höfum verið svona að reyna að koma því trendi á hér í Eyjum að fólk nýti sér forsöluna vegna þess að það líka bæði gott fyrir okkur sem erum að standa í þessum bransa og svo fyrir listamennina sem eru að koma. Að því díllinn með þá að þeir njóti góðs að því að komi fólk og það snýst málið. Þetta ekki geimvísindi sko. Nei og líka bara, þú veist, við erum svo bara hissari og við erum svo gáttaðir hérna, ég og tökumaður hjá mér. Hvað óbóðslega mikið líf hérna? Hvað margir veitingastæður og hvað mikið jákvæðni hérna í gangi? En þú ert samt aðfluttur andskoti? Ég aðfluttur andskoti. Ég búinn að vera hérna í 5 ár. En þú ert samt með málsbætur? Ég með málsbætur. Ég sem betur fer, náði mér í konu sem nú hérna og þannig að ég er safe. Þú trommari, búinn að vera trommari í mörgum hljómsveitum? Já, ég er búinn að... Og flottum svona ballhljómsveitum? Já. Ég er búinn að vera, 93 þá byrjuðum við þarna í Vinós og Blóma saman. Og það er band sem kemur upphaflega frá Stykkishólmi. Og svo 97 þá stofnuðum Land og Syni. Já, þeir eru flotti, þetta allt saman nöfn sem það þekkir. Já, þetta bara virkilega skemmtilegi tímar og svo maður bara alltaf að spila eitthvað. Svo hefur það í grunni, þú ert að kenna hérna. Já, ég er að kenna hérna í tónlistarskólanum. Ég er að búa til trommara. En ekki dásamlegt að vera hérna í með gott fólk og flott? Það er eins og þið bara hafið fundið. Ertu frá hvaða? Ég er úr Reykjavík sko. Já, þú ert á Mölunni? Já, ég er á Mölunni og er mjög stoltur á því sko. Kannski úr Breiðholtinu eða Grafningi? Já, meðal annars. Ég fættur í Sigtúrnu en svo átti ég heima lengi vel í Fellónum, í Leiknis hverfinu sko. Já, nú hefur muninn, myndirðu mæla með því að búa hér og starfa? Hérna, þetta tilleiðist ekki hér? Nei, þetta eru ákveðin forréttindi að vera hér og vera með fjölskyldu og vera með börn hérna. Það er engstakt. Margir búin að segja það, bara börnin eru alveg rosalega frjáls hérna og gaman. Já, og bara mikið og gott starf sem unnið bæði hér í íþróttastarfinu og svo í tónlistarskólanum líka. Það verður með mjög mikið af krökkum sem að stunda þetta allt saman og það góðu grunnur sem við byggjum á. Framtíðin fyrir Vestmannaeyjar í núna næstu 5 mánuðum, hvernig sér þetta fyrir þig? Sko, það sem við þurfum að laga bara fyrst og fremst eru þessi samgöngumál. Það kemur. Það kemur. Það verður að vinna í því. Já, en ég ætla að vona það. Við krefumst þess, við sem að búum hér. Það er ekki nóg að vera með þetta yfir hásumarið. Nei, það er ekki nóg. Og það kannski, ég skil mjög vel þetta ágætis fólk sem að vinna í Reykjavík, en á skrifstofunni, með Excelin og að spá og spekulera. Það svolítið öðruvísin að vera bara að búa á staðnum og þurfa að nýta sér. Og hér eru gríðarlega öflug fyrirtæki sem eru eins og talar um veitingastæðina. Það eru sko, ég meina þetta eru þvílíkir kokkar og þvílíkir staðir sem eru hér. Yfir 30 veitingastæðir. Já. Og svo eins og höllin sko, ég átti von á, ég var búinn að heyra flottu, ég meina, hérna einn nýr heimur, bara hér. Já, bara hérna. Og þetta heitir aftur?
Háaloftið. Háaloftið í Vestmannaeyjum og hvar finnum maður? Þetta finnum maður í höllinni. Já, akkurat. Við erum bara staðsettir í höllinni. Og heldur að verði aukning á túristum og menningu? Sko, ég get sagt þér það að hérna, ég var einmitt bara hjá Magga Braga í gær sem með Hótel Vestmannaeyjar og hann sagði Biggi, daginn sem að höfnin opnaði, það var fullt á hótelinu. Og það segir alla söguna, eins og fyrir okkur líka að fá listamenninni yfir. Þetta svo miklu þægilega fyrir það að koma hérna, hálftíma sigling yfir, geta tekið tónleikana og meiri segja að hérna, þegar við verðum komin alla leið í þessum samgöngumálum og klárum það, þá gæti mér þess að dallurinn farið eina ferði viðbútt, rétt eftir minnati með fullt af fólki. Þannig að sko, menn þurfa að horfa á heildarpakkann. Það sagði mitt Siggi Gísla í hérna gott, þetta væri bara svo hólskefla sem væri að koma. Algjörlega. Eins og í gær á rosalega fallegt veður, þannig að þetta eru bara draumatíma framundan. Já, ég vil... Og við ætlum alltaf ekki að mæla með því Íslendinga því að INN er rosalega vinsæl allt land. Já. Þannig að allir sjáu þættina, ekki allir að koma til Vestmannaeyja? Allir að koma til Vestmannaeyja, allir hjartalega velkomin til Vestmannaeyja og velkomin á Háaloftið, að sjálfsögðu. Takk fyrir. Takk.